Ég ætla að taka hérna upp stuttan tíma sem er eiginlega bara svona bakverkja hjálp. Nokkrar stöður sem að mér finnst alveg lykilatriði í að nota til þess að létta á bakverkjum. Það sem við þurfum er kubbur. Það er mjög gott að eiga kubb heima. Ef þið eigið ekki kubb þá getið þið kannski fundið einhverja bók og notað. En annars er hægt að fá svona kubba bara í Tiger, algjör snilld. 2 skopparabolta eða tennisbolta og svona bolta sem maður notar í þurrkara og þvottavélar. Það er hægt að fá það hvað var sem er. Og band. Gott að eiga band. Og þessi tími er bakverkja hjálp og fyrst og fremst fyrir verki neðst í baki og verki sem að jafnvel leiða út í mjaðmagrindina. Það er aðeins öðruvísi æfingar sem myndu gera ef við værum með verki ofar í bakinu og kannski bara býja til annan svoleiðis tíma seinna. Skulum fókusera svolítið á mjóbakið, spjald, hrygginn og mjaðmagrindina í þessum. Og við skulum byrja á því að fara í algjöra lykilstöðu fyrir bakverkja hjálp. Og það er útgáfa af barninu, þar sem við látum stóru tærnar snertast, tökum hnén vel í sundur og leggjum svo einfaldlega bara fram hérna á kassan. Setjum ennið í gólf og leyfum bara rófunni að standa út í loftið. Hér getur jafnvel verið gott að bara taka púða og setja í fangið og faðma aðeins og halda jafnvel í stöðunni í alltaf 5 mínútur. En við ætlum að halda stöðunni í 2 mínútur í dag. Rétt að byrja að losa aðeins á bakinu. Við liðkum mjaðmirnar svona. Það er ágætt að vera aðeins á iði og hreyfingu í stöðunni. Rugga aðeins til mjöðmunum, til hliðana, fram og aftur. Slaka á. Reyna að ýta rassinum aftur á bak, niður á hælana. Opna aðeins á milli hryggjarliðanna neðst í bakinu. Svona ímyndum okkur að það kom einhver og setja bara þungan poka af steypu eða sandi ofan á mjaðmagrindina á okkur og við endum djúpt að og gefum eftir. Leyfum rassinum að síga vel niður í áttina að hælunum. Þetta er líka rosalega góð staða til að fara í þegar við erum búin að hlaupa lengi. Jafnvel á hörðu malbikið, það koma svo ótrúlega kraftmikil högg í hverju skrefi upp í mjaðmagrindina og hefur ótrúlega mikil áhrif oft neðst í bakinu. Þannig að til að létta aðeins á þessu og kannski draga aðeins tilbaka þann svona skala sem við erum stundum bara að vinna á okkur sjálfum þegar við púlum svona. Þá þurfum við aðeins að slaka á móti. Við höfum líka lært það kannski betur og betur síðustu ára. Það er ekki bara æfingarnar sem skipta máli, heldur líka tíminn sem við notum í að jafna okkur á milli og það sem við gerum á milli. Það þýðir ekki að við höfum að leggjast upp í sófa og gera ekki neitt á milli erfiðra æfinga. Heldur að vera í svona virkri hvíld og virkri endurheimt. Og þar kemur jóga ótrúlega sterkt inn. Við skulum fikra okkur rólega upp úr barninu og við skulum núna snúa upp á okkur í barninu. Setjum svona aðeins aftur á hælana. Við ætlum að taka útgáfu af því að þræða nálina nema við erum ekki upp á hnjánum, heldur áfram eins og við séum í barninu. Við ætlum að stinga vinstri hendinni hérna undir og leggjast niður. Horfa yfir til hægri og jafnvel getum við sett hægri höndina hérna upp á bakið. Og við ímyndum okkur að við látum öxlina renna betur og betur undir okkur. Opnum herðablaðið. Og við ætlum að verða aðeins þyngri vinstra megin í líkamanum eins og við getum sest aðeins betur á hælinn vinstra megin. Pínulítið. Þetta er bara míkróhreyfing.
Það er alltaf, það sjáist nokkuð að við séum að setjast þyngra vinstra megin. En við erum að finna aðeins fyrir því eins og við séum að ýta okkur aðeins betur niður vinstra megin. Og svo skulum við losa og stinga undir hægri höndinni, horfa yfir til vinstri, leifum hérna herðablaðinu alveg að renna undir og setjumst þyngra niður á hægri hælinn. Hellum okkur aðeins betur yfir til hægri. Pínu lítið betur, getum lagt vinstri höndina hérna upp á bak ef að finnst það þægilegra. Og komum aftur tilbaka. Ljómandi gott. Svo skulum við leggjast núna á bakið, taka bandið, skulum snara hægri fótinn, leggjast aftur á bak, taka fótinn upp, halda svo bara með hægri hönd í og láta fótinn falla út. Við getum haft ilina áfram í vinstra megin eða rétt úr fætinum og haldið honum í gólfi alveg í. Höldum vinstri miðminni alveg á gólfinu og fóturinn er bara þungur. Hérna hægra megin, hann er að falla út til hliðarinnar. Aðeins að opna meðminnar. Hann þarf ekkert endilega að fara alveg niður í gólf. Aðalega bara ljóða hann að dingla hérna eins og sé í rólu hérna í bandinu. Við rugga hann fram og tilbaka, í hringi. Bara það sem að kemur pínlítið hreyfingu á mjöðmina. Og svo skiptum við. Niður vinstri. Getum haft ilina áfram í gólfi ef við viljum. Það er ótrúlega munur á milli hliða. Höldum með vinstri hönd í bandið, vinstri fótur fellur út. Getur líka rétt úr. Vinstri á fóturinn á þá að vera í heilu lagi á gólfinu og mjöðminn á dýnunni. Okkur hættir til oft að fara að falla alveg yfir í þeirri von að við komum fætinum alveg niður í gólf vinstra megin. Það er ekki aðalatriði hér. Það er meira svona eins og við séum að opna og verða útskeifari á hægri. Fóturinn fellur til hliðar, eins og hann dingli bara í rólu, fram og tilbaka í hringi, það er smá hreyfing á honum. Og aftur inn í miðju. Ljómandi gott. Losum okkur við bandið og við ætlum að setja iljar í gólf, taka utanum hnéð hægra megin. Setja fótinn alveg þéttingsfast að okkur og svo ætlum við að lyfta ilinni frá gólfi vinstra megin og við ætlum að láta fótinn falla út til hliðar, rétta úr, aftur upp, út til hliðar, aftur upp, út til hliðar. Svona eins og við séum að teikna hringi með hnénu og fætinum hérna vinstra megin. Oft alveg hellingsbrak í gangi hér. Og skilum fætina svo aftur niður. Skiptum. Föðmum vinstri, alveg þéttingsfast að okkur. Lyftum svo. Fætinum aðeins frá gólfi. Hann fellur út. Teygjum hann. Fram. Upp aftur. Út, teygjum vel úr, alveg dettur út til hliðar hnéð, réttum hann fram, draga upp, út til hliðar, rétta úr, draga upp, út til hliðar, rétta fram, draga út og skila. Ljómandi. Næsta sem við getum gert, það er svo að taka kubbinn og við ætlum að leggja hann hérna
á spjaldið, sirka neðri brúnin þar sem að rassinn breytist í bak. Hann er hérna frekar neðarlega, ekki svona alveg niður við dýnuna, kannski lyftum honum 3 til 5 cm upp frá dýnunni. Undir bakinu, leggjumst á kubbinn, hagræðum okkur eins og þarf. Það er sérst slétta flata beinin neðst í bakinu, spjaldbeinið, kubburinn og beinið liggja saman. Þannig að alls ekki hafa kubbinn of ofarlega. Og við setjum hendurnar bara hérna út til hliðanna. Byrjum fyrst með iljarnar í gólfi. Látum fara þokkalega okkur. Og ef þið eru með bók, þá er ágætt að setja handklæði eða viskastykki eitthvað utan um hana. Stinga stundum hornin að þeim. Það var alveg verið að redda mig stundum með orðabók þegar ég gleymt kaup og það er ekkert notalegt þegar hornin fara að stingast í maður. En það er út úr. Og við skulum núna hafa ilina í gólfi á vinstri, rétta alveg úr hægri fætinum og hann fer svona pínulítið í vaff, svona eins og við stefnum með stóru tána í hornið á dýnunni, hægra hornið niðri. Réttum eins og við séum að teygja fótinn frá okkur. Réttum alveg úr ristinni eins og við séum að reyna að teygja tána þarna niður í hornið. Og slaka. Leyfum fætinum að liggja. Aðeins útskeif. Þungur fótur. Síðan ættum við að lyfta fætinum svona 3 til 5 cm frá gólfi. Og við ætlum að teikna hringi. Og við erum að nota hreyfingu alveg frá mjöðm. Teikna hringi. Litla hringi. Teiknum hringi. Skiptum hring. Halda fætinum á lofti 3 til 5 cm og svo drögum við hnéð upp og niður. Beygja hnéð upp, rétta úr fæti. Beygja hnéð upp í áttina að okkur en samt út til hliðar. Niður, beygja og rétta. Lyftum fætinum upp í loft og skilum svo illinni í gólf. Svo lyftum við fætinum upp, látum hann síga niður í áttina á gólfi, stóra táin bendir í hornið, vinstra megin á dýnunni, teygjum úr fætinum, teygjum vel úr fætinum, slökum. Fóturinn er þungur, fóturinn er útskeifur og svo lyftum við fætinum 3 til 5 cm frá gólfi og byrjum að teikna hringi. Hreyfingin kemur frá mjöðm í hringi og svo gerum við hinn hringinn. Drögum við hnéð upp og út og réttum aftur úr. Beygjum hnéð upp, aftur út. Beygjum hnéð, réttum, beygjum og réttum og beygjum og réttum. Stoppum aðeins hér, lyfta fæti upp, iljar í gólf, réttum svo úr báðum fótunum. Aðeins útskeif. Fæturnir svona sirka í vaff. Slaka á, þungir fætur. Og það er hægt að taka 5 til 10 mínútur í þessari stöðu. Því lengur sem við höldum henni, því betri er áhrifin aftur við kippum kubbnum burtu. Slökum á. Leggjum á kubbnum,
Hælarnir í gólfi, fætur falla út. Svo setjum við iljarnar í gólf og kippum kubbnum burtu. Finnum að það léttir oft alveg ótrúlega á bakinu bara við þetta að liggja á kubbnum. Það er líka alveg eins hægt að nota upprúllað teppi eða kodda. Það er kannski aðeins lengri tími sem við getum þá tekið bara með sér í þetta. Svo að lokum skulum við enda með boltana, með 2 bolta. Setjum þá hérna á rassvöðvann mjög ofarlega, sem sagt cirka fyrir neðan spjaldið, 5 til 10 cm út til hliðanna, svona í miðjum rassvöðvanum efst. Leggjum stofan í boltana og þið finnið það strax þegar þið hittið á punktinn. Hann er oft aðeins aumur, ekkert endilega eitthvað kvellaumur, en svona aðeins aumur og við einfaldlega leyfum bara mjaðmagrindinni að gefa eftir ofan í boltana. Slökum á. Sumum þykir betra að rétta alveg úr fótunum og liggja þannig ofan á boltunum. Meðan aðrir vilja hafa iljarnar í gólfi. Þið finnið hvað er best, það er líka hægt að gera hvort tveggja. Og við skulum reyna að vera kjur í smá stund. Lokka augunum. Getum svo búið til litla míkróhreyfingu í punktinum. Bara pínulítið nudd, pínulítið að eyða ofan í punktinn. Við prófa að hafa iljarnar í gólfi og láta hnén falla svona til hægri, til vinstri. Láta fæturna falla alveg út, láta hnén falla saman. Og vera á smá hreyfingu. Þetta er eins og að fá bara gott nudd í vöðvann. Það er ekki að vera flóknara og við getum tekið eins langan tíma í þessa stöðu og við þurfum. Alveg ótrúlega losandi og góð fyrir bakverki að nota tennisboltana í þennan punkt. Þið takið eins langan tíma og þið viljið í dag, í hverju og eina jafnvel á þessum stöðum. Það var allavega smá hugmyndir fyrir bakverkjahjálp ef þið eru svo óheppin að fá stundum verki í bakið. En líka eins og ég segi, ef við erum búin að vera dugleg að hlaupa úti eða labba mikið, þá er mjög gott að létta þess á bakinu og mjaðmagrindinni með því að gera þessar æfingar.